Lárus Þór Sigurðsson, Lárus, 3 stig í dag, hlýtur að vera sáttur. Já, ég er sáttur við það sko. Þetta er samt alveg skrýtni leikir svona þegar maður er rauninni ekki að spila fyrir neitt. Það er svo erfitt að ná mönnum svona alveg 100% upp eins og væri eitthvað mikið undir. Og maður sá það alveg sko, það var náttúrulega munur á liðanum hvað það var. Það var allt undir hjá þeim og ekkert undir hjá okkur. En ég er mjög stoltur á liðinu að menn náðu upp fighting. Því að það þurfti að vera fætingur í þessu þegar þeir voru rosalega mikið í löngum innkastum og hotspinnum og ef þeir fengur aukaspinnu sko langt inn á sínum vallarheim þá stiltu þeir upp og neldu boltanum langt fram og gátu og markmaður bara hammaraði boltanum fram þannig að þetta var barningur og kannski ekki svona leikur sem þú vilt fara í þegar þú hefur ekkert að spila fyrir. Manni fannst stundum eins og leikmenn Selfyssinga að þetta væri svona meira með kappi og forsjá, menn væri að fara með dálítið miklu offossi í menn. Þetta er rosalega erfið staða, þeir eru náttúrulega mjög neðarlega með mjög gott lið og eru lendið þessari stöðu að vera að berjast við lífið sínu, þannig að ég ætla ekki að gaggrina á nokkuð skapaðan hlut, ég veit þetta er erfið staða, erfitt að vera í og erfitt að eiga við þetta, þannig ég bara óska góðs gengið síðust 2 leikjunum. Svo má ég að segja sko, við vorum líka pínlítið óheppnir, við erum að láta í tvígang verja frá okkur línu, þannig að það hefði getað dottið fleiri mörk. Já, við vorum svona, eins og ég segi, sko, þegar við erum ekki spila fyrir raunverulega neitt nema bara stoltið og bæta lokastöðuna og reyna að klára þetta flotta tímabil hjá okkur bara með sæmd, þá er oft erfitt að halda 100% einbindingu og maður sá það í sendingunum hjá okkur, oft á tíðum þá var spila ekki að ganga eins verulega sem við gert oft, meðan voru að klikka á einföldum sendingum og svona og eins og bara gerist þegar að ef einbindingin er ekki 100% þá vil það gerast. Nú var að koma strákar inn eins og til dæmis, hann byrjar að Lexi í dag og Jakob Snær, þeir áttu flottan leik. Já, það var flottir og Guðni var flottir að koma inn á og við erum með hellinga flottur strákum og sko staðan og liðin er mjög góð sko og þetta er búið að vera gott tímabil hjá okkur og nú er það bara að halda rétt á spilunum og bæti fyrir næsta ár því að framtíðin er björtinn í þorpinu núna. Þetta kannski hefur ekki, ef maður horfir 2 ára aftur í tíma þá leit þetta ekki svona út. Þannig að þetta lítur vel út í dag og nú verður menn bara að vanda sig eftir tímabilið og bæta enn meir í og mæta enn klárar í næst tímabil. Og maður kannski segja að leikmenn hafi verið að stimpla þennan sigur inn í dag og senda góða kveður upp á sjúkrahús til Guðna Þórsara sem þar liggur í veikindum. Já, maður var alltaf að heyra með Guðna en Guðni Jaxl, hann rífur sig í gegnum þetta og bara sendum bestu kveðið til hans. Hann er Þórsara Guðsnáð. Það er bara svoleiðis. En svo langar mér að minnast á það sem ég hef verið svona aðeins að við ræddum þetta eftir tímabili fyrra og þá var nú hugmyndin að fara með þetta fyrir Ástin KSÍ. Ég náði konginum að Vestan og hann Samma hjá Vestra með mér í lið og hann ætlaði að fara með mér í þetta og ég held að nú er ég ekki bara að segja þetta út að við erum í þessari stöðu sem við erum í, heldur er þetta alltaf oft það sem er alltaf mörg lið sem er ekki að spila fyrir neitt síðust 2, 3 ári, jafnvel 4 umferðir. Og það er alveg sama til hvaða landa þú horfir í kringum okkur, það er alls staðar playoff-leikir. Og það er bara til þess að halda spennun í deildunum, að halda fólki á tánum og liðunum á tánum og ég held að við ættum að skoða þetta í Íslandi, að liði í 3. sæti spila bara hvort við höfum efnað, hvort við getum spila heima og heimann út af veðri eða hvort það er bara einn leikur á einhverju ákveðnu stað í þessunni Reykjavík, skilurðu, að hafa playoffsleik, þannig að við varum kannski núna að berjast þeirra 3. sæti að ná að spila við liðir sem eru í 3. neðsta sæti í úrvalsdeild og niður deildirnar, aðeins að svona hafa meira spilum. Þú nefndir þetta einmitt í viðtali einhver staður daginn og það eru margir sem tóku undir þetta þannig að þú ert ekki einn á báti með þetta? Nei, nú sér neðri deildarnir í Englandi, þar eru 2 austur sem fara upp og svo næstu 4 sem að spila aukasæti og 3 lið fara beint niður. Sko, ég held að þetta sé enn grófara í Noregi, það liggur það sé ekkert sæti sem er 1-2 sæti í miðjunni sem er ekkert, restin er einhverju playoffs og einhverju og ég menna, viljum við ekki hafa aksjón og læti alveg út í endan? Þetta getur einhver sagt við með hættu þessu væli og reynda bara að koma þér í annarsæti, sko. En aftur á móti þá segir ég það að ef ég er að væla eitthvað þá er ég líka að segja það að það verður 3 lið að falla úr úrvalsdeild, hugsanlega. Þannig að þá er ég að gera mig erfiðara fyrir ef ég kemst upp.
Þannig að mér finnst að ég krydda þetta eins upp, að ég skoði þetta, velti þessu öllu saman upp, ef menn eru hræddir við veðrið, af hverju ekki að prófa fyrstu 2-3 árin að hafa bara fastan leikstað, þó ég sé, en utanbæðarmaður að Guðsná, þá væri hægt að setja Egilshöll eða Kórinn eitthvað bara fastan leikstað, þannig að við höfum ekki ágjör af veðri og vindum, og þá vita liðin að þau eru að fara í hennar leik þegar við spilum þetta. Þess vegna er það endilega væri best ef það var hægt að spila heima og heiman, en það er kannski erfitt þegar liðið langt á hausti. Það er gaman að sjá hvernig menn taka þetta hjá KSÍ, hvert er þessi eitthvað sem vilja taka lengra? Sko, ég skora bara af alla formenn, alla liða sem vilja fara í þetta, að senda hún Samma hjá Vestra Post. Sammi kongur af vestan, hann tekur við hún. Þetta er komið til skila, Lárus. Takk fyrir og gangið vel. Flott, takk.